Inga Eiríksdóttir og ég kenni í Menntaskólanum á Tröllaskaga sem starfsettur á Ólafsfirði. Við kennum eftir nýju kerfi, við höfum alltaf verið 3 ára skóli og við fórum í það vegna sem við vorum sett á stað 2010. Þá átti þetta bara að koma næsta ára eftir og okkur fannst pínu stjúpid að byrja í gamla kerfinu og fara svo yfir nýja kerfi. Síðan náttúrulega þessi kreppa gerði það verkum að það var ekki alveg farið í það strax, en ég mjög jákvæð út í þetta nýja 3 ára kerfi og það líka bara því að við hugsuðum þetta bara upp á nýtt. Við vorum ekki að reyna að setja gamla kerfið inn í það nýja. Við erum sem sagt með vendinám í öllu og allir kennarar eru með vendinám og það kom af nauðsyn og fjármálanauðsyn. Vegna þess að ég líka fjármálastjóri í skólanum. Það var þannig að við vorum kannski með bara 15 í dönsku. Og það var því þið mitið þessi nemendaígildi sem maður hefur og eitthvað svoleiðis. Og það var pínu spurning, borgar sig að kenna kannski spænsku með bara 8. Þannig að við fórum að taka inn fjarnema til þess að fylla bekkina til þess að fá fleiri með nemendaígildi. En þá þurftum við að hafa það fjarnema þannig að þeir voru inni í bekkjunum. Þannig að við bjuggum til þetta kerfi þar sem að bekkirnir samanstanda af staðnemum og fjarnemum. Og þar með fáum við öll þau nemendaígildi og mikið meira heldur en við þurfum. En kennararnir eru ekki að fá neitt sérstaklega greitt, ég veit að ég ætti að spyrja því, fyrir fjarnemana. Þeir eru bara inn í þeirra bekkjum. En af því að það eru kannski bara 8 í þessum bekk, þá kannski þurfum við heldur ekki alla 4 klukkutímana í stundatöflu. Þú getur svolítið, og þú ert að venda hvað sem þá getur þú svolítið stjórna því hvað marga klukkutíma þú ert með í stundatöflu, hvað marga vinnutíma þú ert með sem eru svona sérstakir tímar og hvað marga tíma þú ert bara með frjálsa til þess að sinna þá fjarnemanum. Ég til dæmis geri það dag og nótt í gegnum Facebook og mér alveg sama. En þetta svolítið svoleiðis bara mórall. Sama hvað þau eru? Hvort ég að svara þeim klukkan 11 á kvöldin eða bara milli 8 og 12. Ég sneggri að svara þeim bara strax heldur en að bíða til klukkan 8 næsta morgun. Þá þarf ég að fara að leithafa því og eitthvað svona. Við notum kennslukerfið Moodle. Eru grunnskólakennari hérna? Eru þið að nota eitthvað Moodle? Nei. Að ég var grunnskólakennari áður, þá hef ég hugsað, maður getur alveg bara verið með vendukennslu ef krakkarnir eru með síma eða eitthvað slíkt, allavega ef maður verið stærðfræðikennari, því ég var stærðfræðikennari þar, og nota bara Padlet. Hent öllum vídeóum sínum þangað inn og sagtu krakkarna, mér vantar aðstoð við dæmi 2, farðu bara á Padlet-vegginn, það þar. Við, flestir kennarar nota Facebook, ég nota Facebook rosalega mikið. Við erum alltaf með hópa í fögunum og svo hafa þeir samband við mig bara í gegnum spjallið á Facebook. Ég náttúrulega að kenna stærðfræði, þannig að þeir segja, getur þú hjálpað mér með dæmi 3 og ég man náttúrulega ekki hvernig dæmi 3 lítur út. Þannig að ég segi, sendu mér mynd og þá senda þau mér mynd af dæminu í bókinni og ég kannski rissa niður á servéttu og sendi þeim mynd tilbaka. Búið. Þetta tekur mínútu. Nei, og ég hef gert þetta á kaffihúsum og ég hef gert þetta í rúmfattalagernum og öllum stöðum. Þannig að það auðveldara, ég hef líka geymt að hugsa bara, ég nenni ekki að svara þessu strax. Það bara ekki verið að vesa. Allir kennarar eru með YouTube-rás, en það ekki þannig að það séu allir með fullt af vídeóum. Ég náttúrulega sem stærðfræðikennari með fullt af vídeóum og þá ég að útskýra þetta dæmi og þessa aðferð og þetta dæmi og þessa aðferð. En ef við kannski sýnum ykkur smá, ég ekki með svona rosalega flott vídeó eins og hún. Ég bara útskýra. Við notum ýmis kennsluforrit. Við síðustu talningu þá voru þau langt yfir 100 og svo líka þetta breytist svo hratt. Við getum engan veginn fylgst með þessu og við látum nemendurna líka fylgjast með þessu. Við erum með sérstakt fag sem heitir upplýsingatækni dreifmenntar og þar alltaf ein vika sem helguð því að þau eiga að finna sér eitthvað app eða eitthvað forrit sem getur aðstofað þau í námi. Þá fáum við hellinga upplýsingum.
Og maður getur líka gert það í öllum öðrum fögum. Finnið þið eitthvað app sem sniðugt í námi í ensku og segið frá því á ensku. Þannig að þá þið að græða líka þannig. Af því að allir nemendur sem kemur örugglega fram á eftir eru með tölvu, þá höfum við reynt að spara okkur bækur, eða spara þeim að kaupa bækur, þannig að við notum internetið rosalega mikið. Við kennum þeim að nota internetið í þessari upplýsingatækni dreifnáms, þá kennum við þeim að þekkja góðar upplýsingar frá þeim vöndu og nýta upplýsingarnar á réttan hátt og tilgreina hvað eru komnar og svona ýmislegt. Og við erum alveg með refsingar ef að það stundum þarf það, ef það ekki rétt gert. Ekkert okkar, við erum 25, ekkert okkar er að venda eins eða nota sömu forrit eða gera þetta eins. Við gerum þetta bara eftir okkar höfði og hvað passar líka fögunum. Það er ekkert hægt að venda eins íslensku stærðfræði, engan veginn. Það er svona sem kannski það besta við hvernig við gerum þetta núna er að einu sinni í viku, það er kennarafundir náttúrulega einu sinni í viku, aðra hverju viku höfum við svokallaða fagfundi þar sem einhver okkar kemur upp og sýnir hvað hann er að gera. Eða segir frá, ég fann þetta rosalega flotta app eða þessa rosalega fínu Facebook síðu. Það er hellinga Facebook síðum sem er hægt að læka við og koma upp svona einhver stutt vídeo og upplýsingar eitthvað í staðan fyrir einhverjar sólbrúnar myndir af einhverjum vinkonum, skiljið. Það er alveg hægt að nýta Facebook líka svoleiðis. Þannig að, og það er gaman að fylgjast með, mér finnst, síðan allavega að ég fór að setja inn þessar future síður eitthvað svoleiðis, þá finnst mér alltaf í einum framtíðin bara, ég meina, veit ég að þeir voru að rækta heilt lamb í plastpoka? Þetta er á netinu, kom á Facebook hjá mér og ég horfði á það bara, með naflastrenginu og allt. Allt í einu er bara heimurinn að stökkva áfram. Ekkert okkar þó við tökum upp vídeo, eða við erum ekki notað allt sömu upptökuforriti. Þetta er bara nokkur. Ég til dæmis notaði alltaf Education að ég byrjaði á því að ég var með iPad. Ég ætla að fara yfir í Dóseri núna, vegna þess að þá get ég geymt þetta á Drive-inu mínu og YouTube. Education þá geymið þetta hjá þeim og ég veit að einn daginn það eiga er það. Það er bara mín hlæðsla. Er þetta allt open source eða eitthvað? Nei, ekki allt. Dóseri er opið, Screencastify, allt sem fylgir Chrome er alltaf æðislegt. Ég er nýbúin að uppgötva Chrome og allt þetta sem þú getur bara keypt smá app. Það er æðislegt. Þannig að, og ef það kemur EdTech ráðstefna, farið þið. Ég fannst það. Já, sem kemur svona annars lagi. Mér fannst það æðislegt. Hvað kom upplýsingar það? Þetta er bara auglýst. Var þetta ekki verðskói fyrra? Ég fannst það æðislegt. Maður næði samt engan veginn öllu. Það þarf að fara nokkri saman. Við erum náttúrulega að nota Google. Ég er að nota núna MyMaps af því ég lærði það síðustu EdTech ráðstefnu. Ég er líka bara að nota það af því ég bóka alla ferðir fyrir fólk og við erum að nota það bara til þess að ferðast. Ég meina, ég var á Tenerife og ég setti alla góða veitingastaði inn í MyMaps og nota það til þess að finna það þegar ég var bara í símanum mínu þegar ég var þar. Þannig en ég líka að láta nemendur nota það. Og ég veit til dæmis að bróður minn sem er kennari í rafmagnsfræði hefur notað MyMaps fyrir rafmagnsfræði í einhverjum elliheimilum. Það er hægt að nota þetta á svo marga hátt. Oft þarf maður bara að sjá eina hugmynd og þá færir maður aðra. Þetta fett, er einhver að kenna hérna náttúruvísindi hérna? Já, ég hef notað það. Já, mér finnst það æðislegt. Íslensku kennarinn hefur notað Snapchat, krökkunum finnst það æðislegt. Pixton. Líka það sem við erum að reyna að gera, það er að við erum að reyna að lofa þeim að skila á sem margvíslegastan hátt. Þau lesa kannski eina bók í ensku og síðan eiga þau að segja frá henni. Og aðalatriðið er náttúrulega það sem við viljum frá þegar þau eru að segja frá henni, það er sönnun fyrir því þau hafa lesið hana, ekki satt? Og að þau hafa skilið henni. Og þá erum við láta þau skilja einhverjum úrdrætti. Það er ekkert eina leiðin til að skila svoleiðis. Það má vera teiknimynd, það má vera leiki, það má vera málverk þess vegna. Þannig að við erum að reyna að höfða til þeirra að skila á sem fjölbreyttastan hátt.
við erum líka, af því við erum með alla þessa dreifnemendur eða fjarnemendur og þeir eru líka í íþróttum og við erum líka að fjarkenna íþróttir og líka myndlist. Myndlistakennarinn okkar býr í Svíþjóð og er hálfa önnina í gegnum Skype. Við setjum hann á svona fót og í iPad og svo bara labbaðu með hann á milli og það er ekkert mál fyrir þau. Og ég heyri þegar hann kemur í vinnuna af því að þá heyri ég þá er hann að hringja inn og þá hringja allir iPad-innir og svo svara þau frammi. Ég veit ekki, þetta held ég að þetta sé eitthvað sambandið í spænsku. Ég held að, sumtans veit ég ekkert hvað ég veit að þetta er svona hljóðupptöku eitthvað. En ég þarf ekkert svoleiðis í stærðfræði. Þetta er eitthvað svona forritunar tekni eitthvað. Já, það ekki? Það er mjög snillt forrit. Já. Ég veit að þau hafa verið með þetta á starfsbrautinni. Við erum náttúrulega með starfsbraut sem er stækkar og stækkar. Það er sko svona þroskafrávik sem eru þar inni. Eins og Skype, Facebook, Quizlet. Það er svo mikill hellingur sem að ég kann ekki alveg allt saman. Og þó að ég hafi setið á einhverjum kennarafundum og hlustað á hvernig þau eru notað, þá kannski höfðar það ekki til mín sem akkurat stærðfræðikennara. En auðvitað eru allir nemendurnir okkar með fartölvur og við hvetjum nemendur til þess að nota internetið og hvetjum nemendur til þess að nota alla mögulega græjur til þess að auðvelda sér námið. Og það á líka við símana. Og það fer ekkert meir í taugarnar á mér heldur en það kemur eitthvað á Facebook hjá einhverjum kennaravinum mínum sem eru bara svona eitthvað svona kassi hvar á að geyma símana. Er þetta ekki sniðug hugmynd? Nei. Auðvitað þarf að kenna krökkum að nota þetta. Auðvitað þetta kannski ekki fyrir 8 ára, 9 ára eða eitthvað svoleiðis. En eins og til dæmis í framhaldsskóla þar sem krakkar eiga að kaupa 7.000 krónu grafíska reiknivél. Hún kostar $1 í bara app í símanum. Og það er hellinga fríu dóti sem hægt er að fá í síman. Og það er svoleiðis hellinga dóti sem hægt er að nýta stærðfræði dóti líka. Og ég get alveg prófað þau og haft spurningar þannig að ég viti hvort þau hafi þekkinguna bakvið sig. Af því þú þarft líka þekkingu og skilning á stærðfræði til þess að geta sett inn í þessu app. Sérstaklega ef þú ert með orðaspurningar. Það er ekki ennþá komið app sem getur bara þýtt íslenskuna og við reynum að hafa eins fjölbreytt verkefni og fjölbreytt að skila möguleika eins og mögulega getum til þess að koma á móts við sem flesta. Og við erum með leiðsagnamat og símat sem þýðir það að það er ekki svona hægt að gera eins og þegar ég var í framhaldsskóla að byrja að lesa 29. apríl og taka próf. Þau þurfa að vinna jafnt og þétt og ég útskýrta svoleiðis, þetta er svolítið svona eins og að setja í sparibauk. Hver einustu viku þau fá bara að pakka, skila því fyrir 23:55 á sunnudegi. Svo kemur næsti pakki fyrir 23:55 á sunnudegi. Fyrst eru þau alltaf að skila klukkan 23:54 á sunnudegi. Svo kemur þessi sjálfstýring þar sem þau fara að hugsa, neða, það var kannski gott að nota helgina. Þannig að þau gera það. Þú gefur þeim ekki kostnað að vilja? Nei, það er ekkert. Ég má ekki gefa leyfi til þess að skila. Þau geta sótt það til Láru sem er skólameistari og það er bara dauðsfall. Já? Samt við matið, þegar þú ert með fjarnefn í hópnuðinu, ertu með sama mat? Já. Er alveg sama námsmat í fjarnefn? Allt það sama. Allt eins. Við erum búin að vera veikur. Skiptir ekki máli. Það var veikur. Já, þú veist, eins og til dæmis hjá mér í stærðfræðinni þá tek ég síðustu vikuna og gef þeim tækifæri. Ef þið eru með 4,44 og þá geta þau síðustu vikuna reynt að hípa sig eitthvað upp, skiljum við.
og það svona yfirleitt, við reynum svona að gera það, en auðvitað þetta eru rosalega mörg verkefni sem telja upp í einhver. Og ég fæ alltaf þessa spurningu, sérstaklega kannski frá eldri karlmönnum sem finnst próf alveg nauðsynleg. Hvernig veistu að þú er ekki að svindla? Ég veit það ekki, en ég er alveg viss um það. Það er engin nema einhver overzealous mamma sem myndi nenn að gera 56 verkefni fyrir barnið til þess að það myndi ná, skiljiði. Þetta er svo mikið. Það því að það telur allt, þó sé ekki nema 1% og 2%. Þannig að En þú segir að þið erum með fjölbreytt verkefni og fjölbreytta skilamöguleika, eru þið ekki með neinn próf? Jú, auðvitað eru ekki svona lokapróf. Nei, en það getur verið, já. Svona eitthvað staðar inn á milli? Ég hef til dæmis í minn starffræði er próf einu sinni í viku, en ég kalla það ekki próf. Ertu með það á Moodle? Já. Hvað ertu með það? Já. Ég er bara með spurningabanka sem er orðin rosa stór, en ég segi líka við þau gátu tekið það heima, en þau eru farin að gera það frekar saman, af því þau fá ekki sömu spurningarnar, en þá vinna þau prófið saman og þau læra meira á því að vinna það saman heldur en að sitja ein heima. Þannig að þú lætur hver nemandi fær random spurningar? Já. En það er upp úr sama efninu, sama viku skammtinum. Þannig að það er opið klukkutíma og þau fá kannski 3 tilraunir, en hver tilraun er opið í klukkutíma, prófið opnar leið og þau eru búin að skila mér vissu vinnumagni. Þannig að ég þarf að sjá að þau séu búin að reikna þetta. Þau reikna náttúrulega á blað. Það er eitthvað sem kemur með mest ávart þegar þau byrja í starffræði hjá mér, að þau þurfa að vera að reikna eitthvað á blað. Að þau þurfa að skrifa á blað. Þau er svo vön að vera bara í tölvunni. En þau skila mér það í ljósmynd. Ég tek ekki blöðin. Þau senda það inn í ljósmynd. Það er að síðan skrifa. Já. Nú líður tíminn dálítið hratt. Aha. Nú líður það hraðar núna. Þegar ég ætla að segja eitt að lókum. Í öllu þessu, öllu þessari tækni sem við erum að reyna að kenna nemendum, þá gerum við okkur fullkomlega grein fyrir því að þau fara fram úr okkur. Og þau gera það bara svona. Við kennum líka upplýsingatækni og ég hef gert það líka, að reyna að kenna eitthvað á sem forrit, þau taka fram úr okkur svona. Það er eitthvað sem það má ekki hræðast. Það verður bara þannig. Og þetta stökkið svo mikið núna. Þannig að, og ef það er eitthvað, því vitið sem kennarar, maður kvíðir fyrir að krakkarnir spurji einhver sem maður veit ekki. Ég er hætt að kvíða fyrir því, þá bara finnum við út úr því saman. Google veit allt. Já. Og ef það er eitthvað dæmi í bókinni eða eitthvað svoleiðis sem bara ég man ekki alveg, við skulum bara finna út úr þessu. Búið. En svo svona við eins og Khan-akademi, ekki það svona? Með Khan-akademi eða myndbönd eða? Jú, sko, ég reyna að gera mín myndbönd, sko. Svo er það eitthvað stúdendið fólk? Já, og það er svo miklu meira á. Já, þegar þið gera myndböndin, takkið upp bara stofnum heima? Já. Ég nota Educreation sem er bara svona iPad sem þú skrifar og tekur upp og sér mig ekkert, ég bara svona, og það sé fullt af svoleiðis, heyrast öll umhverfisljóð. Ég fekk post frá stelpu daginn eða Facebook sem lét mig fá uppskrift af einhverju voða fínu te af því ég var svo lasin. En vídeóið var frá 2012 sko, ég var lasin þá. Þannig að fyrst, vinnan er svolítið mikið, kannski fyrst. Ég tek upp inn í svefnherbergi því að það er betri hljóðgæði sko, með púl. Hún er verið rosalega gott vídeó. Og alveg leikið og svona. Ég hef verið undir borði með teppi yfir borðinu og talað. En það hef ég ekki verið í mynd. Það hef ég bara verið að taka með skjá eða eitthvað svona. Já. Hvað kvalitet þú er að nota? Ég nota mest Camtasia sem svona skjá. Ég er mest með Camtasia. Nei, ég er bara það getur þetta sótt sér sko sótt sér svona pröfuaðgang. Það er mjög gott forrit sko. Þetta er talið best og góð. Af því það er líka svo góður svona editor eða svona. Hvað sagði það heiti? Camtasia Studio. Það er ein spurning inn á ansvöldin á íslensku sem ég gerði ráð fyrir að hafi komið núna í seinni hollinu sem er kannski áhverjandi að heyra hjá ykkur af því þið eru í 3 skólum, þannig séð. Hvert er hlutverk skólastjórnenda? Klappa mann á baki og stiga mann. Já. Gefa henni tólin eða svo gefa henni aðgang að eða tíman eða eitthvað til að líka. Ég hefði ekki farið held ég að nota vendinám nema því ég byrjaði að kenna hér þar sem var svona vendinámsknús þegar maður byrjaði sko.
ég finn það þegar ég tala við kennara annars staðar frá sko, ég bara alveg óbúslega heppin með allt fólki í kringum mig. Og það náttúrulega þegar við auglýsum, þá auglýsum við eftir því að fólk þurfi bara að segja já og amen við öllu þessu tæknidóti. Þannig að það ekkert hægt. Þannig að þú þarft samt ekki að kunna allt, en þú þarft samt að, já. Það svolítið við hefur að fá til að vera fólkið um helgar. Sko, ég var fyrsta árið sem ég var að kenna, þá var ég bara alltaf að gera vídeo á kvöldinu og helgar og nóttinni. Af því svo þurfti maður alltaf að kenna á daginn. En svo næst þegar ég kenndi samefni, það var mjög þægilegt að bara íta play og geta nýtt tíma. Jú, ég með svona fullkomnunarortu sko. Það verður að vera... Það þarf nú ekki það til þess. Það svona eyði ógeðslega langur tíma í vídeo. Nú segja rannsóknir samt að vídeóin þurfi ekkert að vera fullkomnar. Nefnilega. Þú ert ekkert og við erum ekkert fullkomnar hér að standa fram fyrir okkur. Við mismálum okkur og tölum á hratt og eitthvað. Vídeóin eiga bara kannski að vera svipuð. En þegar þú ert til dæmis á háskólastigi, þá krefjast nemendur þess að vídeóin eða fyrirlestarnir séu fullkomnar. Hljóðgerði og allt. Já sko, kannski krefist þér þess að ég verið í fjarnemi þar sem að ég hlusta á kennarann sötra kaffi sitt og borða snúðinn sinn og allt þetta sjú upp í nefi og svoleiðis. Það er alls konar svona klippti ég út mínu vídeóm fyrst. Skampleysið býður upp Það er líka verið háskólanemi með glærum með starfsningaðillum. Þannig að sko, kennarar eru mannlegar verur. Maður verður að gera ráð fyrir því og sjálfum sér sko. Ég held að háskólanemar taka samtal með örugglega vilja fyrir verkið. Ég sjálf nýbúin að vera háskólanemi og mjög þakklát fyrir. Gerði ekki kröfur á það að þetta var fullkomið. Nei, maður setti ekki út á starfsningaðillar að glærum í. Það skiptir meira máli að sé ekki sko 80 mínúna fyrirlestur. Það er það sem er miklu erfiðara að komast í gegnum. Það var þannig þegar ég var í fjarnámi, af því þá var bara verið að taka upp það sem að gerðist í salnum. Og það tók mér svona heilan dag að komast í gegnum 80 mínúna fyrirlestur af því ég var alltaf að stoppa. Þess vegna er svo gott að maður að gera svona vídeo að reyna að klippa það niður í minni einingar sko. 15-20 myndir. Já, ég vil segja styttra bara, minna en 10. 35. Maður getur það bara gert Bara gera fleiri vídeó og skipta á efninu niður. Ég prófaði þetta og var að setja á YouTube og svona, svo týndist myndbandi okkur. Veistu svona YouTube sérfræði á Íslandi? Þú þarf bara að vera... Ég er samt með alveg spesífík í mig sko, eða hvað heitir þetta? Ég veit ekki með YouTube sérfræðing, en ég bara kann alveg smá sjálf. Við veitum hvað það gerst. Það gæti verið að YouTube hefur tekið það út eða þau til dæmis verið með einhverja tónlist eða eitthvað svoleiðis. Já, reyndar. Ég var að taka upp tilhörn, setja reyndur eða eitthvað. En var þetta eitthvað eftir? Já. Það kannski hefur verið álitið og hættulegt að hafa einhvern. Já, reynd sko. Það var með svo cool. Það er reyndar mjög hættulegt. En verðum við ekki fara að setja punkt þó að þetta sé ótrúlega ánægð að vera undan Það komast út í sólina, í gluggaði. Sumarið. Ætlaði hann ekki að sýna okkur eitthvað? Ég get alveg sínt sér. Sjáðu þið með Öll það eru bara 30 sekundur út í að hjálpa þetta að tekka. Já, það var á barnavídeó. Ég er með svona unlisted stöð þess að hún lokuð. Mín er nú svoleiðis líka, þú getur bara verið með gert með link, en ég veit að þau hafa farið yfir í verðmyndaskólanum. Já. Ég einmitt sé að mín fara annað þegar þeir eru lokapróf annars staðar. Já. Það er allir ennþá að tala þannig að þið getur Já, ok, flott. Ég gerir mest af einhverjum svona frekar hefðbundnu þar sem ég er einhverja græður og er að fara í eitthvað efni. Hérna er til dæmis að tala um ID-heilsendur Jónas. Og þá hef ég tónlist fyrst. Ég er oft með þessi ljóð til að krakka eitthvað svona, já, þetta er eitthvað sem ég hef heyrt. Það er reyndar ég komst að þið hafi ekki heyrt svo mikið að við ekki gera það ljóð. Og svo er ég bara kannski að, þú veist, nota eitthvað svona effekt til að... Það er svona hljóðar. Eða, þú veist, að hissa á bátinn. Útskýra eitthvað svona í hljóðanum. Þannig að það var að leika eitthvað. Þetta er svona, kannski svona hefðbundin vídeó. Það reynir að klippa með einhverjum myndir og stundum er ég með sjálf mér mynd. Bara hluta til. Jú. En svo hefur við svona aðeins hérna farið í svona meiri vídeógerð. Ég og félagið mér hér. Við vorum svona að flippa það náttúrulega mikið tíma.
vorum að gera svona þess að við förum okkur staði í tengda bókmyndasögunni eða skáldunum og Jónas, við fórum skoðum þetta Jónas, ég fórum til Kaupmannahafnar. Ég var í námsferð í Kaupmannahöfn með MS og við nýttum tækifærið og tókum á þetta. Þetta er bara á iPhone. Já, þetta gerum við á iPhone. Tveir iPhone-ar, eitt sem tekur vídeo og annar sem tekur hljóðið. Og það þarf ekki á iPhone, það getur verið Samsung eða sími. Þannig að svona... Það er líka eitthvað sem krakkarnir geta notað til þess að skila. Þau þurfa ekkert einhver voðatæki, þau nota bara síma sinn. En svo hefur við fengið verkefni frá nemyndum í þessum anda, þar sem þau eru að tala um einhverja skáldsögu eða eitthvað. Og það er miklu skemmtilega. Það er bara æðislegt að fá svoleiðis. Þegar maður verður einhvern veginn innblástur til einhvers. Ég vissum að það er allir fyrir til að hlusta á einhverjum klukkutími viðbót af okkur, Það er YouTube-stöðin mín sem er opinn, sem heitir Arfurinn. YouTube-stöðin mín og Steina sem er hér. Það er bara svona flottum hystöður okkar. Hinn eru lokuð, Nei, ég vil ekki gefa bara